lagi. Stílbrot í boði Búlabón Skin Science, Mercedes-Benz, Vitamin Well, Optical Studio, Nova Series og MSI. Jæja, Maja, hvað segir þér? Allt gott. Þetta er góð? Já, ég er góð. En þú? Herði, ég er bara ótrúlega góð. Já. Nú þátturinn að koma út á föstudegi Já. og við vorum í bíó í gær. Oh my god, það Já, er gaman. það var svo gaman. Mercedes-Benz og bjóð okkur í bíó og The Devil Wears Prada 2, Já. vá, ég gæti alveg sagt þetta, Nei. en já. Já, Mercedes-Benz er að bjóða hlustundum, bauð hlustundum, Stílbrots á frumsýninguna og ég er ótrúlega spennt Ég er ekkert eðlilega að sjá myndina í gær. Já. Nei, ég er svo ógst að spennta sem myndina í gær. Já, líka. Já. En Þannig að- ótrúlega flott út þegar Mercedes-Benz sponsorar bæði bíómyndina og þetta tísku út allan heim. Þannig Já. að þetta er svo ótrúlega, passa svo vel við. Já, Þannig ég er mjög algjörlega. spennt. Og þeir eru náttúrulega sko með Maybach bílinn sinn í myndinni Já. sem er alveg bara svona luxus útgáfa Mhm. af Mercedes-Benz. Alveg sem Held að hann sé ekki til hér á götunni eða það. Nei, Nei. en mögulegt tímann. Já. En það er örugglega að flytja hann inn Það er fyrir... ekki hægt að merka en stílbrot og Jú, angriðs. það er ángríns. Já, þetta er mjög gaman, Það frábært. er mjög skemmtilegt. Herru, já, ég ætla að segja þér. Mm. Það er nú ekki frásögu færandi, en María Greta Einarsdóttir, Mhm. ég var að fara að Þú. taka til í garðinu mínum á sunnudaginn, Já. eða svona litla bakarinu mínum, Mm. ætlaði að vera, og þegar ég kem út, að þá sé ég bara eitthvað dót sem hafi verið skilið eftir bakvið okkur. Mm. Og og náttúrulega bara við nánar aðtöfun, þá var þetta kúbein og hanskar og hitalampi, Hættu sig. og svo hitalampi, og ringkamera. Nei. Ég veist svona dyrabjalla með myndavél. Bara búið að rífa hann af. Nei, þetta var bara, hún var í pakningunum, það var plastið ennþá á myndavélinni, Og ókslega skrítið. já, búið að opna allar kassan, og þannig að það var svo greinilegt að einhver, þjófur hafi í skjóli nætur verið einhver eldan eða Það eitthvað. getur ekki bara smelt sér að ringkamera á hurðinu og Já, löggunum fannst bara nú að ég ætti að gera það. það er bara þannig, Já. hringdur lögun. Ég auðlisti á Vesturbæðarsíðunni af því að bara, hvort einhver kannaðist við þetta, en svo fannst mér bara réttast að hringi lögregluna Ella. og ég bara spurði hvað gerir þið í svona, Mhm. auðvitað hefur kannski lögreglan margt mikilvæg að gera, en Alveg. þeir sendu bara menn á staðinn. Til að gera ekki neitt. Já, ég meina þeir tóku þetta, þeir tóku Þeir þetta, tóku þetta. en mér fannst svo fyndið að þeir koma og segja, "Bíddu, hafið þið ekkert nótt fyrir þetta?" Hæ, Já, ok. og ég reynda að sagði það við manni minn áðan, Já. Ara, hann er náttúrulega bara, hann bara vildi ringja lögregluna, Já, skilur, þetta já. færi rétt að leið. Mhm. En svo sendi einn stelpa mér skilabóð og sagði, herru, ég á þessa myndavél. Nei. Ég var að panta hana á Amazon og þá stalin ykkur bara kassan fyrir utan í henni. Þannig Þannig að þú bara, leistir það. að ég listi það mál, það Jesús, sakamál. Það er sakamál. Já, en þá var lögreglan búin að koma og sækja þetta. Detective Maja. Mhm. Right. Og þannig að já, ég bara vona hún hafi komist í réttar hendur. En þetta var bara dálítið spennandi. Ég var að fara að taka til í garðinum og ég bara fann þýði. En herðu, ég er smá að skipta umræðefni. Já. Af því þegar þú sagði spennandi, þá var ég svo spennt fyrir sólglirunum sem vorum að máta í Optical Studio, Já, sem við erum að fara að posta á morgun. já, Og ég er smá miður minn líka á sama tíma yfir því að þegar við vorum með það Vitamin Well fyrir gels bara með sólgluru hérna í síðasta þætti á sömudaginn fyrst, þá glemdum við að segja hlustendum okkar frá góðu tíðindunum. já. En ég meina, Já. góðir Segðu það hlutir, núna. já, ég meina þetta bara, þeir gerast, bara það er ekkit verra þó það gerist núna. Nei. En já, við erum að bjóða hlustendum stílbrot, 20% afslátt Af sólgluru. af sólglerum í Optical Studio. Mhm. Og það bæði þetta veslanetinu Já. og bara segja kóðin í búðinni og þeir eru með rosalega gott úrval. Ótrúlega flott úrval af sólglurum. Ég er sko, eins og ég sagði síðast, fasta kunnaðana, bara, þú veist, erum með Tom Ford, Prada, Versace, Yves Saint Laurent, bara nefndu það. Miu Miu, Miu Valentino. Miu, Valentino. Þannig að ef komið til sólgluru, þá farið þið í Optical Studio, Kringlunni Smáralind, Hafnartorgi eða Keflavík og Eða á notið netið. kóðan stílbrot, eða líka þetta nota hann á netinu, stílbrot, Já. var ekki allt með stórum. Já, Bara, já, Já. verður eitthvað góður. já, nákvæmlega. Ég Skemmt bara, ykkur vel. herru, sumari kom, Já. eða voru kom, sumari kom. Vert ekki með þetta, kemur aftur á morgun. Já, ok. Hætt. Manstu, þú sagði mér að þetta var state of mind. Já, en það var þegar það var snjór hingað, skilur. Já, líka núna. Já, Ég fór út núna að er lappa maður með búin að- hundi minn í gær, þetta er ekki hægt, sko. Nei, nú erum búin að fá smjörþefin af þessu, þá er þetta aldrei súrt að vera bara eitthvað. Ég fór í dúnulpu með hettu og mumbútsunum mínum í gær. Já, herðu, ég var bara, þegar ég var ekki nóg með það að ég var að taka til í garðinu mínum, þá var ég líka tilneitt til að taka til í einhvern skúffum heima. Mhm. Ari fór að byrja að gera það.
og í leiðinni pakkaði ég öllum svona þykku yfiröfnu á strákunum. Ha, Já. veistu ekki hvað við erum heima? Jú. En já. Þegar ég var einu sinni verksmiðinu minni á Ítalíu sem prjónar allt fyrir okkur, þá sé ég eitthvað svona magasín, eða svona bara eins og vikuna eða eitthvað, Mhm. og ég sé bara eitthvað Ísland og ég fyrir eitthvað að skoða. Þá var prjónar mín einhverju viðtali og þau voru eitthvað spurð, hvað er að skrýtnasta eitthvað svona sem þau gera? Og þá sögðu þau, við prjónum húur og svona poncho og trefla og slár fyrir Ísland allt árið, líka á sumrin. Já, líka á sumri. Þeim fannst það Þeim fannst náttúrulega bara mjög ógeðslega merkilegt. skrítið. Já, En við notum húur já. allt árið um hring. Já, Það er bara þannig. það er bara þannig. En við erum með nýja Vítamin Vel og ég held þið verið komnir í búðir þegar þátturinn kemur út, annars eru þeir bara alveg að fara að koma. Þetta er Vítamin Vel Zero og þetta eru semst raspberry annars vegar og lemon hins vegar og þetta er svona eitthvað limited edition sem þeir eru með. Við mælum með að næla ykkur í það. Það Já. er sko allir með Vítamin Vel bara æði heima með mér. Já. Það er bara allir sjúkir í þetta. Bæði ungir og aldnir. Sama hjá mér. Það, líka strákninu. Stormur er búin að taka taste test á alla og þessi sem þú ert að drekka núna er hans favorite. Ég skilla. Já. Rosalega góður. Já. Rosalega bragðgóður, svona feskur léttur. Einmitt. Ég er með Vítamin Vel Zero Lemon. Já. Yes. En við ætlum að fá gest. Já. Já, til okkar Stór aftur. glæslan gest, ég er ekki smá glöð og hún vildi koma. Já, ok, Það var að segja. ég veit ekki hvað þú með að segja. Við höfum segja hvað gestur. Já, Anna Fríða, hún er framkvæmdastjóri markaðssviðs Nóa Sirius og einmitt eins og ég var að segja, við erum búin að fylgjast með henni sem hún var bara baby og var að stíga sinn fyrstu spór hjá Dominus og John Já, Jones. bæði gaman að fylgjast með henni, hún er bara algjörgjalla, Hún er bara algjör algjör dugnaðarforkur, bara ótrúlega klári í vinnunni sinni. Já, og hún er ótrúlega mikil fyrirmynd. Já, og bara búin að vinna marga flott stöð, svo bara gaman að tala við hana. Já. Hún er svo eitthvað svona, Hún ég er veit bara það hress ekki. og skemmtileg. Já, hún er bara ókslega Já. það er rétt. Þannig að ef við ekki bara fá hana Bjóðum hana velkomna, velkomna. Önnu Fríðu. Sæl og blessu, Anna Fríða. Sæl. Takk fyrir að koma til okkar í Stílbrot. mig. Ég er svona fangirl. Ég var að segja, ég er búin að fylgjast með þér sem hún varst í Dominus Oh my. og mér fannst þú vera svo lítil Já. þegar þú varst þar. Mhm. Er það ekki rétt? Jú, ég var í byrjarinu hjá Dominos á loka árinu mínu í viðskiptafræði. Já. Þá er ég í grunnnáminu, ég árið 22-3 Já, eitthvað þannig. einmitt, bara baby. Og svo tekið við sem markastjóri þá bara beint eftir útskrift, Já. 23-4. Já, einmitt. Mhm. Mér finnst bara ótrúlega hvað bara þú hefur áorkað í þínum ferli og og kannski segir okkur aðeins frá bara, fyrir þá sem ekki vita, þú ert núna markastjóri Nóa Sirius. Herri, ég er framkvæmdastjóri markasviðs, Nóa Sirius. Framkvæmdastjóri markasviðs, Yes, já, já. auðvitað. Þú ert með marga markastjóri undir þér. Eða Tvo. þú veist nokkra, já. Já. Ok, og þú bara, viltu segja okkur aðeins bara frá ferlinni þínum? Ekkert mál. Já, það var þannig að þegar ég var í lokaárinu mínu í BS, Já. í viðskiptafræði, þá bara sækjum stöðu markaðsfulltrúa hjá Dominos. Fæ starfið og kem síðan fljótt að því að Dominos er að opna, eða félagi sem átti Dominos var að opna John Juice hérna á Íslandi. Þannig að það var útrúlega skemmtilegt og fekk í rauninni tækifæri bæði að sjá markaðsmál og að vera hluti af markaðsteiminu sem var að opna John Juice en líka með Dominos. Já. Og þarna á þessum tíma var Dominos líka bara í rosalega miklum vexti, margt spennandi framundan og þannig að já, þarna fikk ég bara brjálæðslega tækifæri og síðan á lokaárinu mínu, já eins og segi, þetta var á lokaárinu og síðan er ég að útskrifast og fæ þá stöðu markastjóra hjá Dominos, tek sæti í framkvæmdastjórn félagsins og er þar í minnum 7 ár, eitthvað þannig. Og þetta var brjálæðslega mikill lærdómur. Já. Við erum á miklum vexti á þessum tíma, ég var bara ein í rauninni, vann auðvitað mjög náið með framkvæmdastjórninu og annað, en þarna fekk ég þetta bara skóli lífsmins í rauninni veru, En vá, mér finnst bara svo frábært þegar eitthvað svona sem er að útskrifast fær bara svona geggja tækifæri. Algjörlega, ég var bara mjög... Þú veist, réttu maður á réttum tíma. Já. Eða rétt kona á réttum tíma. Það er bara þannig, Já. og algjörlega, bara breytistört, mannabreitingar í fyrirtækinu og mjög treyst fyrir þessu stóra verkefni Já. og ég er bara ótrúlega þakklátt Og þú fyrir það. neldir það. Takk, ég minnst ekki mitt besta. Já, en ég minna að Dominos væri ekki þess að væri í dag án þín. Ég er alveg búin að fylgjast með, Mér finnst þú bara hafa gert ótrúlega hluti, eins og ég segi, bara búin að fylgjast með þér lengi og bara þú ert bara svona,
bara rosaleg fyrirmynd. Vá, takk Já, hérlega fyrir það. Já, bara í bransanum sko. Ég held að ég sé ekki einum að finnast það. Jæja, en En já. og ert búin að vera að vinna hjá mjög flottum fyrirtækjum, Mhm. eins og Bioeffect. Já, og, fer þaðan frá þessu Dominos, Mm, fer ég til Bioeffect og fæð þar líka svona alþjóðlega reynslu sem var rosalega dýrmætt á þeim tíma. Þetta á COVID-árunum, þannig að ég var hjá Bioeffect í svona cirka 2 ár rúm, en ég vil eiginlega meina að þetta hafi verið svona 6 ár Já. í COVID, og það var alltaf að breytast og aðlagast og guð. með alþjóðlegt vörumerki á íslensku markaði og þarna ótrúlega mikill og góður skóli þar. Þaðan fer ég til Play og verð forstöðumaður markaðsmála þar Já, og í dag er ég þá, framkvæmdastjóri markaðssviðs hjá Nova Sirius. vá, ekkert smá flottu ferill. Já, þetta er búið að vera rosalega skemmtilegt. Já, og líka bara gaman að fylgjast með nýju vörunni sem var að droppa, Heldur betur. Biokroppi. Já. Því líka bara, Ég hef bara aldrei vitað aðra eins viðtökur. Nei. Og þetta var, í minni stöðu þá er ég líka yfir vöruþróun, já, sem þýðir að ég vinn við það að borða nammi. já. Ég átti að mynda að spyrja þig frá Andru, hvernig getur unnið þarna í kringum alla þessa súkkulaði líkt alltaf dag? Er þetta ekki erfitt? Jú, það var sko It's sérstaklega a ég var... tough job or somebody's gotta do it. Er þetta ekki tóltið Það er svoleiðis? svolítið þannig, sko. Ótrúlega satt maður venst súkkulaðilyktinni, Já. bara furðu vel. Já, Og ég er náttúrulega líka kannski bara komin líka á þjálfun, náttúrulega þegar ég var hjá Dominos, þá verið líka vöruþróun þar. já, Þannig ég hef kannski bara verið bara svolítið í þessu. já, Þannig að líka mann bara vel þjálfaður. En þetta bara eins og ég ætla þá er þetta bara stýst jafnvægi. já. Og allt er gott í hófi. Já. Ég borða nammi á hverjum degi, sko. Nei, ég er bara svo sammálaður, bara eins og ég hef örugglega áður sagt, þú veist, mér finnst, maður á ekki að gera þetta eitthvað tabú, þú veist, það Nei. er bara, mitt motto er bara, og líka til barnanum minna, það er bara, allt er gott í hófi. En maður er bara alltaf eitthvað, nei, og svo bara ætlaði að borða bara 10 kíló nammi á lögatum, er það eitthvað skarra eða? Algjörlega, sko. Þú Ég veist. meina, eins og... Nei, seriously. Nei, einmitt. Og ég meina eins og markastildin hjá Nova Sirius, hún samastendur bara af afreiks hlaupafólki Já. og þjálfari í vörklass og fleira, Einmitt, sko, já, crossfiturum og Já, fleira. þannig að það er Þannig ekki bara einhverjir, nei, þetta bara er- fitt þetta er og bara- flott fólk, þetta er bara einmitt Þetta passar vel jafnvægi. saman. Já, Akkurat. en þetta er náttúrulega fáralega gott nammi. Já, það var alveg þannig þegar við fengum þessa vörupröfu í hendunar, þá er ég bara, Já, þetta er hættulegt, þetta verður eitthvað. Og það er svo ótrúlega skemmtilegt, þú veist, með starfinu sem við vinnum í núna, er að allt er hannað innanhús, þú veist, þannig að öll umbúðarhönnun, vöruþróun, markasefni og allt gert af teiminu. já. Þannig þá verður maður líka svo rosalega náinn vörunni. Já, og bara svo investið líka að henni gangi vel. Algjörlega, Já, sko. ég held að það sé alveg svona bara örugglega drauma uppskrift ef þetta gerir Já. þetta svona allt innan og svo allir einhvern veginn involveraðir þá kannski bara Alveg. í nánast öllu. Já, það er alveg þannig og Já. það líka bara færir manni ákveðið stolt þegar maður er að labba verslanir og sér vöruna sem maður átti þátt í frá A til Ö Já. í körfu hjá Já, einhverjum. Það er bara, einmitt. vá, herði, Eins og hún var í körfi hjá mér, hann að kvöldi Já. sem þetta kom út. það voru nokkri pókar þar. Já. Ég frétta því. Já, ég var bara húðskömmi og kom ekki heim með þetta. Andra varum bara búin með þetta og gefið þetta. Ég veit það. Ég er búin að bíða eiginlega spennt í ár að koma þess að vera markað. Já. Og en þetta er líka bara rétt að byrja, sko. Já. Það er alveg mjög margt spennandi framöndan. Ó, við erum spenntar Já. að heyra það. Og svo ertu að vinna í að koma appelsínum höfnum aftur í búðunar. Akkurat, það er það sem ég er eiginlega, Halleluja! já, það er eiginlega, ég myndi segja að dagar mín snúist að mestu leyti já, það verkefni. Já, heyrðu það Andra, þetta er að fara að gerast. En svo langar mér líka að spyrja, þú veist, auðvitað bara erum við allar rekstri, ég, Andra og þú og bara, þú veist, það er fullt sem er auðvelt í vinnunni. Já. Og svo er náttúrulega fullt sem er krefjandi. Mhm. Hvað finnst þér svona, kannski, ég veit ekki, þetta kannski kemur allt bara náttúrulega til þín, þú veist, hvað finnst þér svona auðveldast, hvað er svona fyrir þig í vinnunni kannski að þessum hluti svo að tala um og hvað finnst þér svona mest krefjandi? Sko, neytendahegðun er bara ótrúlega krefjandi fag Já. út af því að neytendur hegða sér allt öðru sem þeir segjast alltaf að hegða sér og þú þarf stöðurinn að vera að fylgjast með trendum og bara svona þessu sálfræðilegu þáttum. Þannig að nei, það kemur alls ekki til mín en auðvitað bara er ég bara mjög vönd því að hlusta á innsæið og í öllu sem ég geri og ég líka vil bara ég vil treysta bara fólkinu mínu og auðvitað síðan er þetta samspil bara margur þátt en það er rosalega margt auðvitað sem er krefindi og
og sérstaklega eins og núna Nóa Sirius þá eru búin að vera með mjög hátt hrávöruverð á heimsmarkaðsverð á kakói búið að vera mjög hátt sem búið að leiða til verðhækkanna sem búið að vera krefjandi og það alls konar. En ég myndi segja að í markaðsmálum þá þetta bara neytendavinnu, það það sem gerir þetta líka svo spennandi og svo skemmtilegt. Af því að það ekkert svona, þú veist, gengið að neinu, maður veit aldrei fyrir víst, einmitt, eins og þú segir. Það svolítið þannig. Þau vilja eitt í dag og annað á morgun. Já, og trend koma, pratt og þau fara, sérstaklega í þessum matargeira, við sáum það til dæmis bara með Dubai-súkkulaði sem reið tröll öllina fyrir nokkur síðan og þannig að það líka fylgjast bara mjög vel með runni. En það sem ég veist líka skemmtilegt og þess vegna held ég að við verið svona lengi í þessum geira að þú ert alltaf með þetta runni businessin og svo creative, þú ert með eitthvað vandamál sem gögnin eru að segja þér og hvernig ætlar að finna þá svona creative leið til þess að leysa þetta. Leysa vandamáli, einmitt. Vá, elska þetta. Það ótrúlega skemmtilegt. En heldur að þú verður bara alltaf í markaðsmálum? Sko, ég 35 ár í dag, búin að vera núna eitthvað 12 ára eitthvað. Þannig að ég held sko að markaðsmál munu saman hvað ég geri. Þá held ég markaðsmannskan í minn aldrei tegja. Nei. Og reyna allt sem við gerum markaðsmál og mér finnst það sem ég í dag ég rosalega ánægð og eins og ég vinn við það að borða nammi sko. Já, einmitt, nákvæmlega. Það draumatjobb margra. Pínu sko, og það ég tvo unga drengi og þannig þegar þeir eru starfsdagar þannig þá ekkert mikil spurning hvort það ætla að fara með mömmu eða pabbi í vinnuna sko. Nei, nákvæmlega, vá, þú vinnir þannig. Vá, svo ætlaði ég að spyrja, þú veist, ertu með, eins og ég segi, þú byrjar svona ung og ég veit að þú veist, auðvitað eru ótrúlega margar stelpur og strákar og bara sem langar að fara í svona markaðsmál eru mjög heillandi fyrir mjög marga og náttúrulega mjög margir að læra viðskiptafræði og markaðsfræði og virðist vera svona eftirsótt starf og ertu með eitthvað svona ráð fyrir svona einhverjar upprennandi markaðsstjörnur? Sko, dugnaður kemur rosalega langt. Já. Og það skiptir bara rosalega miklu máli að vera duglegur og sinna sínu starfi að heilindum. Þegar ég var að sækja eftir starfi sem markaðsfulltrúi Dominos, þá hélt ég kannski að ég myndi bara vinna, mér veist ég verið svo mikið gæla, ég ætla að vinna einmitt hjá NDC og þannig, ég þannig Dominos, ok, prófa hana fyrir atvinnuleitarlegu og svo fann ég bara það, þetta var rosalega skemmtilegt og það gaf mér bara alla í starfið og kynnti mér bara markaðinn vel og þú veist það alltaf skiptir bara eiginlega lykilmáli að gera það sem þið langar að gera og það sem þú heldur kannski þú ætlar að gera kannski ekkert endilega leiðin fyrir þig, heldur bara taktu þetta með tækifæri sem komast og leiðið að koma það óvart. Og bara fyrst og fremst vera bara sína verkefnum áhuga, fylgja innsæinu og svo það bara að vera dugleg, bara gamla góða. Veistu að ég svo sammálaðir, þú veist, af því að bara dugnaður, það kemur mann svo langt og auðvitað áhugin og allt þetta, en bara, þú veist, ef maður bara sýnir bara dugnað og mér finnst það sko, ég ætla ekki að blambera neitt, en auðvitað munur milli kynslóða og mann finnst það einhvern veginn svo andra um alveg rætt að við erum annarri kynslóð. Þú veist, það vinnueðli allt annað. Algjörlega. Og auðvitað einn og einn á milli sem að þú veist en ég bara segi þetta náttúrulega bara hvernig tímandi breytast og bara með samfélagsmiðlum og öllum sem tækjum í andlitin á fólki og svona, þetta bara öðru sér tímar að sjálfsögðu. Það það og sérstaklega þegar þú ert að vinna í markaðsmál þú þarft að vera að fylgjast grannt með því en sama hvað breytist með tækniþróun og annað þá þetta mannlega eðli og þessi metnaður fyrir því sem þú uppskerir það sem þú sáir. Akkurat. Og það nú bara þannig og það engin gervigreind að fara að taka það. Ég svo sammálaður, þetta bara 100% rétt. Og svo náttúrulega bara líka þannig, ég var náttúrulega bara líka heppin að ég var í stærsta hluta byrjun á ferlinum mínum var ég eina að sjá markaðsmál. Þannig ég fekk svona 360 í rauninni reynslu af því sem við erum að gera og við Íslendingar erum rosalega heppin
að við vinnum á svo mörgum örmarkaði að við höfum tækifæri til þess að fá svo víðan meiri reynslu heldur en til með nágrannalöndin eða bara þannig að fólk út í heimi. Þetta nú hef ég bæði reynslu af því þegar ég var að vinna hjá Bioeffect, Play og svo núna No Sirius sem var áður fyrir svo hluti af Orkla og þá kemst maður fljótt af því að rosalega margir úti eru sérfræðingar bara í tölvupóst samskiptum til returning viðskiptavina. Ég er bara svona alveg mjög specific. Og meðan við fáum tækifærin á Íslandi að vera svona kannski, meiri generalistar og fáum það bara svona víðtæka reynslu í raun og veru sko, sem eru svo dýrmætt. Ég veit það. Og þá færðu líka, þú veist, þekkinguna frá því getur nýtt hana annar staðar. Já, maður gengur í öll störf. Ég náttúrulega bjó líka í Bretlandi í 8 ár og þeir eru náttúrulega bara rosa ferkantaðir og það er allt svona corporate, þú veist, það er bara, og akkurat, það er bara, nei, ég er bara að gera þetta. Já, akkurat. Það er bara svona, já, ok, þannig að eins og þú segir, eitthvað svona rosalega sérhæft. Já. Og það er einmitt, sem maður er svo oft þakklátur fyrir, einmitt að vinna hér, maður bara einhvern veginn fær svo mikla reynslu, af því að maður bara einhvern veginn gengur í allt og er einhvern veginn inn í öllu, það er mjög dýrmætt eins og þú segir. Eða maður fær þá reynslu ef þú sækist eftir í. Já, akkurat. Það kemur ekkert til þín. Nei, þar kemur metnaðurinn og dugnaðurinn inn í. Þannig að en svo ætlum við aðeins bara svona að spyrja gervigreind og samfélagsmiðlar, þetta hefur náttúrulega bara gjörsamlega breytt leiknum, bara frá því að við vorum bara alltaf að auglýsa í mokkanum. Þú veist, bara. Akkurat. Þannig að þú veist, notað þú gervigreind til dæmis mikið í þínu starfi? Já, ég ger það alveg töluvert. Já. Auðvitað fyrst að gervigreindin var að koma inn, þá var að helst að notast við í textagerð og öðru aðstoða þar og ég held að það sé kannski megin þorri þeirra sem eru að nota gervigreind í dag eru kannski nota svona við aðstoð við að skrifa tölvupóst og annað en gervigreindin getur nýst í svo ótalmargt fleira og það eru hvort sem það er að setja upp einhver gröf, einhverja greiningar eða annað, fá hugmyndir en auðvitað tekum maður löglið með fyrirvara. Já, og en jú, það er gervigreind og svo eins og þú veist eins og til dæmis bara líka þróun á samfélagsmiðlum. Þú er rosalega mikil breyting á þeim frá því að ég hóf störfin á markaðsmála þó að það sé ekki lengra síðan en 2013 en þú veist það er svo fyndið, þú veist eins og bara ef þú samfélagsmiðlar, þú nefndi það, þá er samfélagsmiðlar þegar ég hef alltaf unnið í samfélagsmiðlar hafa alltaf verið partur af markaðsstarfi frá því ég byrjaði en það er rosalega mikil breyting þar á og þú veist það, ég minna eins og því ég var hjá Dominos þá var bara nóg að vera bara með virkan Twitter aðgang. Já, einmitt. Og þar var maður bara þriðjudagstilboð. Akkurat. Já. Það finnir þannig. Og búið örbreyting bara á miðlum og miðlanotkun á því og það sama mun gerast með gervigreind. Ég held að við séum bara rétt að byrja. Algjörlega, við erum bara scratching the surface. Já. En TikTok það er svona einhvern veginn, mér finnst það svo mikil frumskógur. Maður veit ekkert þú veist, hvað gerist þar? Nei. Kannski er það bara líka því að, ég veit það ekki, við erum kannski ekki búin að vera þar eins lengi og Instagram og svona, mér finnst bara svo, maður veit ekki neitt. Kannski veist þú meira en við, en... Ég veit ekki, þú veist, auðvitað þetta bara síbreytilegt umhverfi og ég er búin að vera á TikTok síðan svona cirka í COVID, þú veist, þegar ég byrjaði á Bioeffect og þá var TikTok mikið í svona miklu uppreisur veru, sko. Allir heima, allir gera skincare og annað sko. Og það er bara mikilvægt að fylgjast með og það er alveg líka ótrúlega hvað TikTok hefur veitt fullt af fólki tækifærum í bara hinn og þessu sko. Einmitt. Mér finnst það magna sko, ég er algjör bara, ég elska TikTok sko. Já, ég er saman, en auðvitað krefst þetta bara, þetta krefst þor að vera fyrir frammyndverna. Já, ég elska að skoða TikTok. Ég er ekki á TikTok, þú veist, nema bara þegar andra að posta við þættinum sko. Akkurat. Nei, einmitt, ég er ekki neitt allt og virk að posta. Nei. En skoða mikið. Já, skoða mikið. En og svo bara, þú veist, eins svona bransan, bara lítið lokaspurning, er mikill munur, þú veist, á markaðsmálum að þínu mati, þú veist, ef þú ert með bara eitthvað lítið fyrirtæki eða eitthvað svona risa fyrirtæki eins og, þú veist, No Sirius eða Dominos eða, þú veist, er bara sama sem virka fyrir alla? Þetta er náttúrulega rosalega stór spurning og stuttasvarið er nei, það virkar ekki alltaf sama fyrir alla út af því að neytendahegðun eins og ég segi er rosalega stórt og
bara yfirgripsmikið efni og það fer eftir í hvert markmið fyrirtækisins er. Já. Þú veist, það fyrirtæki sem er í uppbyggingu, er að kynna nýja vöru, er að byggja vörumerkja vitund og þannig og hver er markhópurinn, hver er þessi markhópur, það er ekki það með sagt að þó að náttúrulega stór hluti landsins sé á samfélagsmiðlum, þá er ekki allir, það er ekki að segja allir sé á TikTok, það er ekki þannig. Nei. Kannanir sína svo sem að meginþorri notar Facebook en í hvað tilgangi og þannig nei, ég myndi ekki alveg segja það en það er líka hjá okkur eins og hjá Nova Sirius þar eru bara með mjög fjölbreyttar vörur og alls ekki alltaf sama virka fyrir hverju eina vöru sem við erum með þannig að þú veist, oft horfum við á okkurinni sem bara lítið fyrirtæki þú veist, auðvitað ein heild sko, en við erum með margar bara mismunandi vörur sem eru fyrir mismunandi markabá. Og þar alveg þurfa mismunandi leiðir til að bara auglýsa það. Algjörlega. En aðeins bara svona að tískunni núna. Yes. Áttu eitthvað uppáhalds átfitt? Sko, ég á átfitt sem að ég er búin að vera í 3 ár og ég hugsa þá lítur að vera uppáhalds átfitt mitt. Þegar ég keypti það í Aritzia fyrir 3 árum síðan, svona brúnt sett, fór ég þegar ég voru í atvinnuveitinni á Nova Sirius, svona súkkulaði brúnt og alltaf þegar ég er í því, þá fæ ég hrós fyrir, þannig ég sem er ég get alltaf náði þetta er stuttuð bólur og brúna buxur og ég vil meina að ef þú ert búin að eiga nota átfitt svona mikið 3 ár, þá er það gott átfitt. Já, þá er það gott. Já. Alveg bara 100%. Alveg, og það er ennþá, ég fæ alltaf spurningi bara hvað fegst á annað og nú er ég svona grínast með að segja svona eins og hjallastefnuföt, mér langar bara í það hverjum líkt núna. Eru þeir ekki með það? Jú, ég þarf bara að fara eitthvað að bjóða mig til Bandaríkjanna. Já, og ná í þetta. Akkurat. En ert þú svona, ég hef nú hitti í verslunum okkar. Jú. Já, skoða töskur. Akkurat. En ég veit alveg að þú hefur gaman að töskum. Já. En ef þú mætti kaupa eina tösku og bara, þú veist, bara endalaust budget, áttu ykkur svona eina drauma tösku sem þið langar að eiga? Sko, ég er með, ég ætla að kaupa mér double flap frá Chanel og í svörtu, prófa hana, máta hana nokkrum sinnum og það er svona lítill sjóður sem er Chanel sjóðurinn. Já. Og elska þetta. Já. Elska þetta. Akkurat, það verður að vera. Já. Og en svo finnst mér rosalega margar flottar. Þú veist, mér finnst mín í Kelly og ég fekk náttúrulega spurningan að senda þetta sko, og ef það væri ekki budget sko, það er svolítið skemmtilegt. En svo vil ég samt eiga nokkuð tímalausar töskur. Það er svona það sem mér finnst alveg gaman að verja pening, ekki eyða, þetta er bara verja pening í góða tösku og jú, það er Chanelin sko sem að verður. Það er bara fjárfesting. Það er bara þannig. Getur alltaf selt hana aftur. Ég veit það. Ef maður fer vel með hana, þarf að segja. Þannig að það hefði bara átt að þetta er búið að vera lengi á planinu og það hefði átt að fara í þetta fyrr sko. Já. Það verður bara ennþá skemmtilega að þú ferð loksins í þetta. Já, segðu. En er eitthvað svona sem þú hefur séð eftir að hafa keypt eða bara, kannski, Chanel-töskuna að hafa ekki ennþá keypt hana? Það mun gerast. En áttu eitthvað svona bara eitthvað sem þú sér bara dauðsér eftir að hafa eitt peningi? Herðu, sko, það er rosalega margt, þú veist, ég var í menntaskóla og svo ömurlegu tískuárum, þú veist, þannig að eiginlega allt sem ég keypti á árunum 2007 til 2010 sé ég eftir og ég var að renna í gegnum myndir daginn og ég veit ekki hvað þú manns eftir þessu en að það var eitthvað tíska að vera með rosalega mikið af svona teyjubinn. Ég man alveg eftir þessu, bara eins og að setja í korsettu. Já, eins og alltaf að vera bara nýbúnar í magarmi en ekki með innandir yfir flíkurnar og það er alveg fræg mynd af mér sem að ég er með Þórhildi vinkonu, hún er í MH og þetta var líka þeim tíma sem sko Donald Trump svona skiptingin voru rosalega djúpar skiptingar sko og hún var með grifflu, ég veit ekki af hverju það var eitthvað MH thing og ég í Vestló og ég var með sko cirka svona ljóst hár það var bara í gegnum steitt algjörlega svarta brúnir og með magarmisbelti glæsilegt. Þú varður eiginlega að senda okkur myndir. Ég skal gera það, Þórhildur mun drepa mig en það er bara allt. Nei, við skulum við postum henni ekki, við bara fáum að sjá hana. Postum henni. Jú, þeim er alveg þessi myndir á netinu og Þórhildur er tískudarning í dag sko, þannig að það er allir sér
þú veist, Já. vonda myndir, Já, sko. ég veit að það er bara fyndið. Já, en þetta var, Andrei með möppu í símanum, ljótumyndu akkurat, möppuna. þetta var rosalega, og svo alltaf hliðarsnúð, rosalega mikinn, Veist það, ég sé þetta fyrir mér. já, Af því ég man líka eftir þessu, Bara- þó ég sé aðeins eldri, Já. þú veist, en þú þá man ég eftir ég þessari meina, tísku, þú sko. náttúrulega varst að láta okkur kaupa þetta, sko. Já, ég veit það, Þú varst að selja okkur þetta. ég veit það. Já. Ég var að vinna í 17 árs tíma. Það er bara þannig. Takk fyrir Já, þig. ok. Ég byrst afsökunar. Já, Byrst afsökunar. já. En eitthvað must hef í skápinn fyrir sumarið. Annað en Chanel bag. True. Já, Sko, mér er hvíta buxur, alltaf góður. herðu, Já. ég er svo sammála. Við vorum nefnilega að taka sendingu á hvítu buxum í dag. Er það? Já, ég er bara, herðu, Eru bara að fara aftur í hvíta dísil? bara einar þannig takk. Já. Takk. Það Einmitt. bara erum við þannig líka. Já, Þannig já, að, ég veist þannig að hvíta buxur er alltaf þannig að maður þarf að fara varlega í já, þeim ég veit það. og hann ekki rekast í neitt og Nei. svona heita þetta. Já. En mér finnst alltaf svona, Já, það er þetta byggja upp gott í kringu hvíta buxur á sennum. Já, Ég er sammála, það er komið tíma aftur á hvíta buxur. Já. Ég var að hugsta í dag, fyndið. Gekki, En þannig hérna, er rétt svar. þetta var rétt svar. Flott, Já. takk. En hérna, svo ætlaðum við að spyrja, átt þú okkur uppáhalds Blue Lagoon Skin Science vöru? Notar þú þær eða? Já, ég noti þær Já. og ég hef alltaf verið mikil aðdáðandi maskana en svo er ég nýlega orðin retinol aðdáðandi. Já, Þarna, 0,3 Já, retinol einmitt, kremi já. sem er bara mjög skemmtilegt og ég ætla að vara að vinna hjá Bioeffect á þeim tíma Já. þar sem þau Blue Lagoon sem hét á skincare og rosalega flott rebrand bæði vegi ef einhver Blue Lagoon Skin Science er að hlusta bara Já. kudos, já, rosalega flott nýja ásýndin þegar þau fóru í BL Plus línuna og rosalega áhugaverð og gaman að fylgjast með Já. og þau eru búin að gera og mikið af íslenskum fyrirtækjum er ekki rosalega flott af hluti erlendis. já. Ég maður bara því að ég var einhvern veginn til London var löng röð, ég bara hvað er í gangi þarna? Er frægur? Eitthvað Já. hérna? Og þá var það BL Plus viðburður Já, ok. og bara brjálaslega flott. Og bara maður fyllir stolti, þú Já. veist, bara að vera Íslendingur, af því að mann finnst svo gaman þegar gengur vel. Algjörlega, það er bara þannig Já. og meira sér þarna var ég að vinna fyrir samkeppnisaðala Já. en það er bara skiptir ekki máli. Nei, þú það veist, skiptir bara ekki máli. Við erum öll í sama liðið inn í andu þetta. Algjörlega og við vinnum bara örmarkaði Já, líka og akkúrat. þú veist það þekkja allir alla þannig að þetta var bara, og það líka hjálpar þó að þessi samkeppni það hjálpar bara hver öðru sérstaklega akkúrat. þessum, þú veist, í þessum stóra heimi Já, sem við það erum er í bara sko. þannig, þú veist, það gerir mann bara betri Já. og vilja gera betur, Algjörlega. þannig að bara sammála því. En hérna, áttu eitthvað uppáhaldsmerki, bara svona allra tíma, eitthvað svona favorite. Vá, sko, svona svo ég fer bara aftur og aftur í, sko, ég fer húnlega eftir, það er ekki framleiðandi tegjubeltana, Nei, ekki nei, sáari, þannig að, 100% ekki hann. nei, ekki hann. Nei. Mér finnst ég alltaf finna mér eitthvað flott frá Gestus, mér finnst, eða svona, nei, ekki alltaf, en undarfarið. Já, Fyrst mér búin að finna mér flott í Gestus. Já. Það er líka bara svolítið hvernig merkin þróast Já, og einmitt. þú veist að koma lélegs í svona og Akkurat. góð og þannig. Já. Þannig að ég hef ekki verið, þú veist, ég er heldur rosalega típisk íslensk konustelpa. já, Að ég vil kaupa mér bara svona góða statement piece, góðan jakk og þannig. Svo finnst mér líka bara fínt að fyrir söru. já, einmitt, bara fyrir basicið. Akkurat. Já, algjörlega. Hérna, síðasta spurningin Já. og það við ætlum að spyrja því við ætlum að ræða aðeins á eftir markasmál bara in general. Já. Og við vorum að taka aðeins út svona bara herferðir sem hafa bara gjössanlega bara svona stönd sem hafa bara einhvern veginn slegið í gegn og svo eins eitthvað sem hefur feilað alveg svakalega og bara verið Já. svona backlash. Já. Átt þú einhverja sögu úr þínum ferli af öðru hvoru? Bara einhverju geggju eða, þú veist, einhverju svona epic fail. Mögulegt ekki að fara að segja frá því, en undir þér komið. Kannski, Jú, ég sko get algjörlega talað bara, það er engin fullkomin og við Nei. lærum eitthvað af öllu sem við gerum, sko. Það er nú Algjörlega, bara þannig. já. Og sko, ég ætla, miskurti það sem ég er alveg eitt af því nokkrum sem ég er rosalega stolt af, var þegar ég var í Dominos, þá vorum við í góðum samstarfi við KKÍ og Körfuboltafélagið. Já. Og þetta var sérst herferð sem vorum að fara í Körfuboltafélagið, Körfuboltalandslið Íslands var að fara á Eurobasket og við vildum gera félaginu þrátt fyrir við vorum að sponsa Körfuboltan sem Dominos-deildin og við vildum gera landsliðinu hátt undir höfuð og bara rauninni lyfta þá Körfuboltanum upp í heild. Og við vildum fara í stóra ásýndarherferð og þarna var ég að vinna með frábæra auglýsingastofu og þau komum með hugmynd og svo sett
við erum búin að skrifa eins og, þú veist, þegar maður er að vinna með stofið og skrifa maður bríf og það kemur sem sagt tillaga og þarna svo mjög knapu tíma allt í einu og tillagan kemur og hún er bara ekki að fljúga en samt er bara, við höfum sko árætta daga til að launcha og ég bara, við getum ekki gert það við getum ekki gert það svona því miður og það er svona pínu panik og en aftur, hlusta innsæðið og frábæri höndunum okkar á stofunni ég bara, gef mér 3 tíma fer út eitthvað göngutúr og hringir og bara getur komið aftur bara algjörlega alltaf hugmynd og það er hugmyndaherferð sem var svo ótrúlega flott það sem að við landsliðið þakkaði mömmu sinni og herfinn hér takk mamma Já, ég man eftir og þessu. þetta var ótrúlega og þarna fengum við allt körfuboltalandsliðið til þess að koma og mæti þeirra líka og þú veist þetta var bara Ég allar fæ gæsahúð. tilfinningarnar Já, og það sem var líka svo ótrúlega skemmtilegt að síðan fórum við út til Helsingi og út í partur af herferðinni var það að breyta treyjunum þannig að þú varst eins og ég er Gísladóttir en þá var ég Kristínadóttir það Já, er mamma já. og að sjá fólk eftir þennan stuttan tíma búin að breyta treyjunum sínum yfir í mömmu sinni dóttir og sonur já. var algjörlega einstakt Vá. og það var geggjað Já. og það er önnur svona herferð þetta voru rosalega fórum við svona 2 stóra herferðir með körfuboltaleginu annað var með samstarf með UN Women og svo herferð endaði sko á alheimsþingi UN Women í New York þar sem Emma Watson kynnti herferðina Vá. það var Vá. risastórt Já. það var alveg geggjað sko Vá. og já, það er svona situr klárlega eftir og en svo er herferð sem við erum að fara í sumar No Serious sem verður eina Já. af þessum herferðum líka Ok. má ekki segja, Nei. nei Við, eða að hún verður partur af þessum epic fail já, einmitt. Það vil koma í ljós. já, akkurat En vá, þú ert búin að gera mig forvitna. Við bara hlökkum til að fylgjast með Já. og bara, ég skal gera mér best að það mun ekki fara fram með neinn nei, ég bara efast ekki um það. Já. Ég bara efast ekki um en það. það er líka með gott fólk í okkar teimi Já. sem að mun setja þessi Já. þetta verður rosalega skemmtilegt Ég er bara býðspennt. Ég ætla bara að segja takk æðislega fyrir að koma. miklu Svo frekar, gaman og áhugavert að hlusta á þig og ég bara veit að margir mun hafa gaman að. takk fyrir mig Takk fyrir. Kat. Bá hvað gaman að fá hana. Hvað meistari er hún Ég annað? veit að hún er algjör mestari. Dyrkana. Já. En mér langar, Nei, jú, nei, jú ég Marja. veit, nei. Ég veit Þú hvað þetta var þessu. öllum pollum. Hvað er að þér? Veistu hvað ég er farin að halda að þú sett að svindla? Ég svindla ekki. Sko, þú ert Þú eina ert að svindla. Nei. Víst, veistu hvað, að því ég er með Instagrami, ég fór Já, inn á og ég fór að tjekka hverju vótu fyrir já, semst að myndu hvað þeir voru þegar Michael Jackson dó, sé ég ekki bara í röð, bara með sekundu fresti, bara alla á skrifstofan í NTC, er það óvart? Herðu, þú hringdir í Viktor mig. er bara 5 ára þegar hann dó. Hún var í 7. bekk og ég er Var ég búin að að senda svindlari? Nei, hún var í 7. bekk og ég er búin að senda þér screenshot af því og hún er ekki Ok. til neitt, hún segir ég man það. Ok, en Já. 40-60, ég vann, það er Já. 60% myndu ekki hvað þau voru. Já. Ég held einhvern veginn að þú sett að svindla sko. En Þegar veistu sko- hvað er margir búin að senda mig bara hvað er að þeim sem mun ekki hvað þið voru þegar hann dó. Já, það er eins og ég, það er eitthvað að mér. Og veistu hvað ég fær reglulega líka að heyra. Þú veist, þetta er bara sama eins og 9/11 þegar Diana dó. Svo var Ég man einhver sem það sagði bæði. þegar Já. Whitney Houston dó. Man það ekki heldur, Nei. það voru ædolið mitt. En Hérna, bara Ylva, manst þú ótrúlega- Já, sérðu. Ok, en herðu, ég samt sko, þetta er 3. polli sem ég vinn. Já, Og ég núna- vil meina það að þú sért að svindla. Ég er ekki að svindla, Maja. Ég er Þú ert heiðalasta mannski örugglega- sem þú þekkir. Já, þú ert örugglega með eitthvað marga aðganga. Hún stopna Nei. marga feik aðganga Nei. og ferð inn á þá og vótar þannig að þú bara make sure að það var ekki að Margur tapa þessu. heldur mig sig, það er það sem þú ert að gera. Nei, ég veist Víst. það, sorry, þetta var eitthvað sem var ekki hægt að tapa, sko. En við þurfum að taka eitthvað annað poll. Kostningasvindl, Nei. jú, til að hringja í... Nei, en ég er ógæslega gaman hvað að taka margir þátt. Ég Já, elski það. já. Þetta er skemmtilegt, við þurfum að finna eitthvað annað. Ég veit ekki alveg hversi til í það. Finna ég kom Jú, með þú verður að aðgang velja þér Instagraminu. eitthvað aðeins svona auðvaldara topic, heldur en að sé leðaldi fermingum og muna þetta. Herru, talandi það, ok. Ég veit að þetta er hot take og við erum búin að fara yfir þetta oft. En Já, ég þú ætla að veist segja, skilabóð, þú þarft ekki að koma, ertu að muna það? nei, Nei. já, í ferminguna. Já. Já.
ég fór í fermingu Mm. á sunnudaginn sem að mér var svona, ég ætla að segja, svona last minute boðið í. Mm. Og það nú reynda bara því að frændi minn var ekki með mig á Facebook og fann mig ekki, þannig að hann sendi mér bara prívat skilaboð. En, sko, auðvitað kannski er ég að fara með öðru hugafæri, en það var ótrúlega gaman. Já. Og ástæðan fyrir því, að því að, Segð þetta aftur, var það var mjög gaman. í fermingunni. Já, það var Ok. mjög gaman. En, Bara- en auðvitað er það líka bara fólkið, eins og þú ert að segja, sem Já. maður er að fara að hitta. Ég veit það. Og og ég kannski líka meira er að segja þessi kvöð þegar maður er búin í ykkur fermingar hjá okkur fjarskildum ættingum og Sem maður þekkir þekkir ekki ekki fermingabarni. fermingabarnið, já, Það ok. finnst mér meira Fair svona enough, já. kvöð að fara. En þarna voru sko, þú veist, systur mömmu og fransískinni mín og kannski við Gott að hittust ekkert hitta. rosalega oft. Já. Þannig að en ég fekk alveg 4 komment í fermingaðslunni. Nei. Bara, ert þú ekki nýbúin að vera með yfirlýsingu um það og ætlaðir ekki að fara í fleiri fermingaðslur eða? Ég bara, jú, en sko, þú veist, bara, ég fann svo hálfviti. Er það svo gaman, þá heyrir maður að fólk er að hlusta. Já, ég veit það. En ég meina, ég þarf að standa og falla með því sem ég segi. Já, en það var gaman. Það var gaman. Og veistu hvað? Eitt af það besta sem ég lærti eftir að ég var fullorðin, maður bara ekki líka skipt skoðun. Kannski má. bara finnst þið bara núna gaman í fermingum. Já, hver ég veit? meina það fyrir náttúrulega bara eftir fermingunum. Já. En ég talandi um svona fólk sem hlustar á þáttinn, ég elska. Ég var að haka upp helgina, leit svona inn á nammi bara, þú veist, svona gangur og það var bara stíplað, ég ætla ekki að Já, nenna þú varst að leita að appisínu hnöppunum. Eðlilega, frá nógu sérius. Kem bara kona á móti mér, þeir eru ekki til. En ég þurfti ekki að fara inn í gangin. Ég elska. Ok. Hún vissi bara, ég var svona kíkin. Þeir eru ekki til. Bara, Og þannig að þú þurftir ekkert að fara Nei, nei. lengra. ég er bara með komið fólk í máli. Elska þetta. Og náttúrulega Önnu Fríða að græða þetta fyrir mig, Já, skilur. að sjálfsög. Hún er náttúrulega, núna er held ég bara... Her priority, Já, hún sagði það. já, það er priority núna. En talandi sko, Nógu Sirius. já, þannig er... XMS, geti Já. ímyndað eitthvað betra kombo. Já, Bara eiginlega Nógu ekki, sko. Sirius súkulega í MS East Top. Þetta Þetta geggjað. er geggjað Já. toppur, ég mæli með. Ég er líka ótrúlega spennt fyrir því að Það er ekki easy í þessu sem er held. Þetta er ekki að bráðna enn í hillinni. Þetta er bara það var ókslega myndið. hérna Þetta er props kassin. í shoppinu okkar. Já, litlu sjoppun okkar. Mhm. En þeir eru líka, ég var að spyrja, þeir eru voru að gefa út Minecraft ís. Já. Þannig er ekki að krakna þetta alls. Já, sonu minn er Minecraft sjúkur. Já. Þannig að ég bara er mjög spennt að fara að sína honum hann. Mhm. Það er stórt fyrir sumarið, Ég myndi segja það. Minecraft ís. Ertu múin að sjá hann? Er hann komin í búður? Ég sá nefnilega ég sá eitthvað TikTok eða Instagram að Willi Netto var að auðlýsa hann, af því að hann náttúrulega talar, held ég, fyrir eina karakter fyrir Jack Black, held ég. Já, Eða ég þú sko veist, veit fyrir- ekkert um Minecraft af því ég á ekki lill börn, en ég veit að bara ef ég kem með þetta matabóti mamma og pappa Já. fyrir lill frænku minna, þá er ég bara vinsilastu, ég er að vinna með það. sko. Já, þannig að ég myndi fara að Já. kaupa hana Minecraft ís fyrir næsta, en ég sá að myndi Willi Netto vera að auðlýsta Mhm. einhvers staðar, þannig að Geðveikt. ég Á, var sniðugt. mjög glöð að MSIs var með það. En Awesome. svona kannski bara aðeins í framhaldinu af spjallinu okkar við Önnufríðu. Hún Já. er náttúrulega bara svona, bara Ædol í ædol í markaðsmálum. markaðsendingum. Og við erum að byrja hér seríu 2, bara svo það sé tekið fram. Já. Og þá ætlum við aðeins að breyta og fara svona meira í svona það sem gerast á baka tjöldin hjá merkjum frekar eldur en áhrif tískunar. Mhm. Má ekki segja það? Jú. Já. Og þetta er semst fyrsti þátturinn í seríu 2. Já. Þannig að bara, Og ætlum að stikla bara aðeins á stóru vandi markaðsmál, en hún náttúrulega fór rosalega vel yfir þetta með okkur Mjög. og fyrir hlustundur. Mhm. En bara svona aðeins til að fara við söguna, þá bara voru fyrstu auglýsingarnar bara í kringu 1900 Mhm. og til 1950 þá voru auglýsingar bara á plaggutum og í dagblöðum. Já. Og eini tilgangurinn, bara skilabúðun voru mjög einföld, kynna vöru og segja hvað hann kostar. Mhm. Akkurat. Og það var bara að mála með svona á vegg Já. og bara klistra. Já, einmitt, og svo bara í dagblöðum. Mhm. Og svo náttúrulega þegar útvarp og sjónvarp kom til sögunar, þá náttúrulega breytti það aðeins leiknum og opnaði aðeins. Og og svo er talað um gullöld markasetningar. Ok. Og það er tímabilið 1950 til 2000. Það var sjónvarp, Það var langt. já, af því það er bara gullöld, Mm. skilur þú veist, Já, þetta ok, er, já, Ella. já. Mm. Sjónvarp var stærsti miðillinn og stóru vörumerki eins og Coca-Cola urðu svona bara alþjóðleg tákn. Mhm. Og þá, þú veist, þá bara svona breyttist þetta Mhm. allt rosalega á þessu tíma. Og auglýsingar fóru líka að snúast meira að byggja upp ímynd, ekki bara að selja vöru, þú veist, bara vara verð, skilur að kynna Nei, ykkur ég ákveðna skil. vöru. Og Byggja upp brand, basically. já, og svo bara eins og til dæmis á Íslandi á þessum tíma þá sprutt upp auglýsingastofur Mm. sem að bara höfðu ekkert verið til og
og svona markastarf var faglegra en áður. Manst þú eftir sjónvarpsmarkaðanum? Var Sjónvarpsmarkaðan? hann ekki í Borgarkringlunni? Manst ekki eftir sjónvarpsmarkaðanum? Jú, auðvitað mann eftir Það sem að var sjónvarpsmarkaðanum. bara fólk. Ég er að kenna MSIs. Já. Þetta er nýr toppur. Manst eftir þessu? Já. Stundum finnst mér eins og Instagram og TikTok sé bara það Já. nýja í dag. Veistu hvað ég meina? Það er þannig. Já. Það er bara, þú veist, ný nálgun á sjónvarpsmarkaðan. Það er bara til svoleiðis. Þannig að það fer allt í hringi Já, eins og við mögulega. fórum yfir í þætti 2. Einu sinni voru menn að labba á banka bara góðan daginn, ég er að selja þarna ís, þetta Já. er nýr netutoppur, Já. það eru bara að banka Já. á hús, Já. svo í sjónvarpsmarkaðan, svo Já. í social. Já. Þannig að ég segi, þetta fer allt í Same ringi job. og það er bara ákveðna tískur í öllu. Mhm. Svo kom stafræna byltingin Já. kringu 2000 Já. og og þá breytti bara internetin náttúrulega bara öllu. Þú veist, bara vefsíður spruttu upp, tölvupósta, markasetning og leita markasetning, þú veist, svona Google Google search, AdWords, já. Fyrirtæki gátt í fyrsta sinn mælt árangur, þú veist, smelli, engagement, Já. þú veist, hvað er orðið sér að leita af? Ekki link klikk, Jú, en bara, þú veist, conversion, þú veist, þegar þú breytir heimsókn í sölu, þú veist, þá er talað bara, þú veist, conversion rate, hversu margir keyptu af þeim sem fóru inn. Já. Og og svo náttúrulega á Íslandi fóru náttúrulega fyrirtæki að nýta vefi og vefsíður og að selja á vefnum í miklu meira mæli og það náttúrulega bara eins og við höfum líka talað um áður, sprakk út í COVID. Og þannig að já, þetta er bara svona áhugavert að fara hans yfir þetta. Það er bara framtíðin, held ég. Já, og núna náttúrulega bara þú veist, það sem er að taka við ekki að taka við, en bara svona eins og Anna Fríða var að tala um áðan, þú veist, gervigreindin mun aldrei koma í stað mannafla. En vá hvað hún er samt mikil snild. Ég skil ekki hvað ég gerði áður en hún kom. Ertu að tala um gervigreindina? Bara til dæmis núna því ég er með heimasíðu og þar, ég er með Shopify, þar sem ég skilur, brandra.is og áður fyrr þá þurfti ég að svolítið lengi að ná í alls konar data út, ég þurfti að kunna rosalega vel á, þú veist hvert ég ætti að fara. Núna er bara svona AI inn á Shopify og ég segi bara, herðu, viltu sýna mér 10 best seldu vörurnar síðust 2 vikur eða 20 bestu vörurnar síðast ári eða þú veist, hvað sem ég vil vita og bara eftir eina seka er það bara komið. Þannig að allt sem ég þarf að gera bara, þú veist, gröf og súlur eins og þú veist, ég sýndi þér daginn bara fyrir stjórnarfundi og eitthvað svona, það er bara eitthvað svona klikk, bara one click away, allt henni bara get ég náði bara miklu hraðar í allt. Ég veit það, og þetta er bara... Ég þarf ekki að eyða svona mörgum klukkutímum í þetta, skilur. Nei, þetta er bara sama eins og með bara klót og... Já, það er snill, þú veist að sína mig það. Já, en bara það er bara, þú veist, þú bara fítar gögnin og hann bara, þú veist, eins og ég segi, ég er bara rétt farin að leika mig með þetta, en þetta er, þú veist, ég er bara einhvern veginn held að vissum að fara inn í eitthvað rosalegt nýtt tímabil. Sko, og ég er ekki tæknitröll, en ég elska þetta. Þetta er svo hendi og auðvelt og geta allir nýtt sér þessa tæknildi. Já, við höfum líka alveg rætt að því að þetta er svo áhugavert og við höfum áhuga á þessu og ég held bara svona flestir sé að einhverju leiti að vinna með gervigreind, þú veist, að einhverju leiti. Að fá okkur í það, svo ég hætti að tala um þetta. Nei, ég var að segja, þú veist, það væri ótrúlega gaman að fá eins og Önnu Fríðu, hún er bara snillingur á sínu sviði í markaðsmálum. Ég væri ótrúlega til í að fá einhver sem að bara... Snillingri AI. Já, og bara til að educate okkur og bara, kenna okkur og segja okkur og hvað maður vænta og hvað er hægt að gera og hvernig það með breyta leiknum. Sammála. Já, þannig að ég er mjög, mjög spennt fyrir að skoða það. En svo náttúrulega eftir stafrænu byltinguna sem endaði þarna í kringum 2005, endaði aldrei, en þá náttúrulega tókum við samfélagsmiðlar, þú veist, þegar Facebook kom og allt þetta meta ads og svo núna TikTok og svo gervigreindin. En ég man eftir því, þú veist, það er til dæmis komið stafræna myndavél, maður búin að vera alltaf, þú veist, bara við vorum að byrja að kaupa inn, við vorum að tala með það neitt tíma einhverju þætti, að taka myndavél og farum alltaf í framköllun og allt það. Þú veist. Já, bara það þegar stafrænu myndavélina komið. Já, það var bara svo hjúts. Eina sem ég finnst það, maður er ótrúlega latur að prenta þessi myndir út. Og þú veist, auðvitað, hvað ertu búin að heyra marga sem að, þú veist, síminn deyr og þú glemtir að bakka uppa eða tölvuna og þú bara, þú veist, ég tapaði, þú veist, bara myndum frá því að strákunir bara eiginlega fættust og þangað til, þú veist, fór ykkur 2-3 ár hjá mér. Posta Instagram.
Ha, Þess vegna ég posta á Instagram. já, ég var ekkit kannski alveg, Nei, ég segi svona. nei, En svo núna, ég er búin að skoða það. Það er til bækur sem heita Once Upon a Time og allavega, þú getur bara, ég gerði svona fyrir mömmu og pappa fyrir jólin. Þú getur bara drag og droppa myndum, þú veist, og þeir prentu út fyrir myndalbum, skilju. já. Það er ógeðslega Já, sniðugt. það er til alls konar þannig Já, þjónustur. þannig að ég er alltaf að segja hverju ári, nú Já. ætlum ég að gera ógeðslega duglegir þessu, maður ekki alveg að En sko pappi, pappi minn, hann Einar, vinur okkar, hann Einar vinnur okkar sem er í Norrænu núna á leiðinni til Íslands, dýrkan. að fara að vinna á golfvillunum á flúðum. Já. Hann á hverju ári, þá pantar hann svona Facebook-bók. Ó, ég Hann er sko elska ógeðslega duglegur að posta á Facebook. Facebook-bók. Já, og þetta er þjónusta sem tekur alla myndirnar, þú veist, frá árinu og setur í bók sem að hann Vá. postar. Og pappi minn postar bara bloggi á Facebook. Hann postar kannski bara 30 myndum, hann var í Kína daginn og undir hverri mynd er saga. Ó, Þú veist, sem hann bara- skrifar. Já, bara ekki saga en þú veist, þá er bara alltaf ritgerð myndina. Bara hérna var ég þarna, þetta er frægt fyrir þetta. Þú veist, svona smá eins og Áhugavert. heimildar, skilurðu. Ég elska Sniðugt. það sko, það er svo gaman, þú er eiginlega að followa hann á Facebook, þó þú ég sért bara, ég kannski trúi ekki, örugglega ég sé aldrei ekki að þar. þið. Jú, Já, jú, ég nefnilega fer ógeðslega oft á Facebook. Ég Já. er aldrei að posta þar, nei, en ég er að skrolla já, þar. einmitt. Þannig að já, þannig að hann á bara Facebook bækur og þannig bara, þú veist, þessin Hvernig er að, coverðu það með svona þetta flá? já, hann bara velur mynd á coveri. Já, þetta er ótrúlega vegleg og flott bók. Ok, þetta er mjög áhugavert, Já. ég veist ekki. Af því að líka þessina er hann svo duglegur að posta, af því að hann veit að þetta mun verða svona, Þetta er svona gulrún. já, minningar svona bók og það sem hann nennir að, þú veist, skrifa undir hverja mynd. En ég elska, ég nýtt og mjög margir sem er að fylgja honum, njóta góðs af því, af því að þetta er líka svo, hann er að kenna manni eða segja manni frá þar sem að hann er náttúrulega alltaf ykkur starf. Mjög skemmtilegt. En heyrðu, svo ætlum við bara svona í framhaldi að fara aðeins yfir sögu markaðsmála að taka fyrir nokkur svona media stunts Já. varandi tískubransan. Og það hafa nú alveg verið bara mjög successful þannig, eða svona, Og líka algjört, og þetta er algjört algjört feil. hittaði mér. Þetta er algjört, já, og svo bara getur þetta líka bara dottið í grefju og enginn tekur eftir því. En allan að það sem kom upp, því ég var að spyrja svona media stunts sem að, hvað ég segja, juku sölu. Balenciaga IKEA bag. Já, en þetta er ekki smá ljótt. Já. Hann bara tók Manns- íka bláa já. pókan sem allir eigi í tonnatali Já. og flytja með og nota. I know. Já, og bara Þetta er gerði náttúrulega bara Balenciaga galin- tösku sem kostaði bara handlegg. Þetta er náttúrulega bara galin Og þú hugmynd. getur bara fengið að fritt í yka. Já. En Nei, ekki fritt, en sko, þeir lonsuðu, hún kostaði $2,000. Þú veist, ha? Já. Og ég veit ekki, Ætlar það að selta eitthvað þessu? Eða þetta bara marketing, kannski? nei, þetta er það sem ég er að segja. Það sem að hún seldist upp, af því ég er að fara yfir núna það sem að, sem sagt, Hún seldist upp, hvað þýðir það, hvað mörg endtök, veistu það? ég náttúrulega veit Veistu, það var það ekki. 10? Nei, ég hef ekki hugmynd um það, en það sem kannski það sem að var En það var svona talk of the town. Já, þetta fólk var það er auðvitað það sem er verðmætast Já, og til þess er leikurinn gerður. Þannig að þeir bara, þú veist, það voru allir að gera svona, það var dálítið væral að gera svona, samanburð. Sérst að vera með Balenciaga töskuna og svo IKEA töskuna. Já. Og auðvitað bara fóruð út allt og voru allir að tala um þetta. En það, eins og ég segi, þú veist, til þessi Það er leikurinn value. gerður og það er náttúrulega Brand value, awareness og eitthvað, algjört já. brand awareness. Og og svo það sem kom upp nummer 2 var collabið milli Supreme, streetwear náttúrulega Louis, merkisins nei, og Louis Vuitton. Já. Það var alveg bara þvílíkt, manst ekki eftir þessu. Þetta var svo eftirsótt. Supreme Var það Virgil? Er það þeim tíma? já, ég held það. Já. Þannig að það var rosalegt. Svo byrju, hvað var ég meira með? Ég var með það sem var ekki að virka. Mæntalega Sara herfyrðin þarna þegar að allir voru svona eins og verið búið að vefja inn í, þú veist, svona líkklæði eða eitthvað. Það Já. var akkurat að byrja stríð í Úkraínu eða eitthvað. Jú, Það var já, hræðilegt. það var eitt af því sem Þeir var, þurftu að taka herfyrðin allar niður. sko þetta hét Það er ekkert langt síðan. Nei, þetta hét Sara Atelier campaign Já. og þetta átt að vera svona eitthvað rosa listrænt og var náttúrulega eitthvað svona tilgangur með þessu en út af því að tímasetningin var Var svo svo slæm að þetta leit út bara eins og líkpókar. Já, þetta leitt út. Já, og bara svona eins og og einhvern veginn mjög leiðilegt af því auðvitað var tilgangurinn alls ekki þetta, þú veist, og
en bara fólk Þau greip eru að cancela öllu og Já. þetta delete öllu og bara, af því að það náttúrulega var sko mjög mikið náttúrulega umræðan á þessu tíma og náttúrulega ennþá bara ástandið á Gaza og það var mikið verið að tala um þetta þegar þetta akkurat kemur út. Það var mjög óviðandi á Þetta þessum var tíma. mjög óviðandi, mann fannst þetta alveg bara svona, Já. en og já, og talandi aftur um þetta Supreme og Louis Vuitton að þetta var sko, það átti engin vona á sig. Þú veist, bara eitthvað svona streetwear dæmi og Louis Vuitton, þú veist, það var það sem að gerði hæpið svo rosalegt. Þetta var svona samstarf sem að bara einhvern veginn engi bjóst við. Og já, svo var það Það er ekki Balenciaga aftur líka með algjörðu drullu jú, það með var, lítil börn og eitthvað svona, það Já. var ógeðslegt. já, Ég man ekki. hérna er það var 2022. Það var herferð sem að þau notuðu börn og þau voru með alls konar hvað segja, óviðeigandi hluti sem pössuðu ekki fyrir börn. Og og hvað, þú veist, já, þetta voru bánsar með svona sadomaso svona, þú veist, Þetta var bara ógeðslegt. þið viti, Svo voru einhverjir textar úr einhverjum dómum, já, bara sifjarspeldsdómum, já, bara ógeðslegt, sko. sifjarspeldsdómum og Ég bara í hvað heimi held að þetta var góð heim. Já, og ég sé bánsa, þú veist, sem er með svona kúlu, þú veist, Oj. þið viti svona BDSM og og öll, þú veist, leðurdótið á og er Þetta bara var- svona saklis barn að halda Nei, þessu. Þetta er bara ógeð, þetta er bara hitt. Þetta er miss. Herru, og það var sko bara, þú veist, þetta var þú veist, bara orðsporið þeirra, það var náttúrulega bara, þetta var hræðilegt fyrir Balenciaga og það voru bara Hvað ekki hvernig það er samþykkt bara? nei, einmitt, á hvaða fundi var þetta Nei. samþykkt. En svo voru lawsuits, ég var að leita að orðinu, þú Já, veist, bara- hvað, Málsókn? málsókn, Lögsókn? eða- málsókn, lögsókn fullt af þannig og náttúrulega bara svakalega Slæmt, já. slæm gagnrýni. Og sama Gucci, þeir gerðu líka 2019 og gerðu þeir peysu þar sem að krægin fór upp yfir munnin og það var verið að eins og þetta blackface skilur við, Já. þú veist, hér yfir og við getum sett mynd ef að það er hægt og það var bara, þú veist, þeir voru bara boykottaðir og það þurfti að kalla vörurnar tilbaka og og þeir bara líka orðspori þeirra fóru alveg með þessari peysu og svo var það síðasta sem ég langaði að segja, það var sem var ekki gott að það var að sjá nú var ég ekki Má með- ég segja Jú, með- að ég sko, auðvitað minnst bara leiðilt að segja, þú veist, að þetta var 2018, já, þú mátt segja, ég ætla bara að klára þetta, H&M, það var Coolest Monkey hoodie og þá var það þeldökkt barn í grænni hettubeysu sem stóð á Coolest Monkey in the Jungle. Æ. Örugglega ekki, þú veist, þetta er bara svona eitthvað sem þau hafa ekki fatta hvernig þetta myndi líti út, bara auðvitað planið Coolest Monkey in the Jungle. Þetta er bara eitthvað svona sætt saying, en þú veist, af því að strákurinn var þeldökkur, var í þessari peysu, Passa ekki. já, það var sko bara, En ég man eftir einu svona sem var ógeðslega vel gert. Það var Alexander Wang, sem ég veit ekki alveg hver er í dag. Hann ég var að segja þér þetta, Já. hann gerði svona event, bauð bara fullt að liði og ótrúlega mikið af fólki sem kom og enginn vissi alveg hvað var að fara að gerast. Þau stóðu bara í röð í New York, bara á götu, svo var dregin upp svona hurð og þau lappa inn og þá bara er hann á risaskjá og bara hæ, velkomin í eventið mitt eitthvað svona og á viðbörum minn og það sem er að gerast núna er að ég ætla að opna þessa hurð og þið með bara fara ánga inn og það er bara fullt af Alexander Wang fötumanninni og þið með bara eiga eins mikið og þið geta halda og það kostar ekki neitt. Svo bara sínt herbyggi, það er bara fullt af fötum, bara fullt af slám, bara ógeðslega flott raðað og svo er bara sínt konurnar og það er auglýsingin, þetta fór svo væral, ég þarf eiginlega að finna þetta vídeo og þær eru bara svona, bara allt frítt, bara og bara, maður sér bara hvernig það er, og svo er zooma alveg inn á andlitan á sumum konunum eitthvað svona, og þetta er bara konur sem ég og þú erum talað það, síðan opnast svona, hurð aftur svona upp og þær eru bara sínt hægt þegar þær bara eru að hlaupa og bara hrinda hver annari og bara á 2 mínútum sléttum er bara búið að slíta allt af slán og það er bara rífa þetta niður og það er bara herðatreið út öll loft og bara byrjar að slást flíkurnar og berja hver aðra og það tók bara innan tímundum bara allt farið út
og fólk bara misti vitið. Ok, en spáðu í þessu, þú veist, bæði bara að því að þetta fer væral, að bara fólk er bara að byrja, oh my god, hvað það er greinilega eftirsóknarvert að eignast Alexander Wang, það veist það Nákvæmlega. náttúrulega, svo myndi ég bara halda númer 2 að þetta væri eitthvað social experiment, Já, ég mitt í bara, það. bara eðli mannsins, hvað meinar bara eitthvað fínar konur eins og ég og þú, hægir sér svona, Það gerist. bara að því að eitthvað frí Allt föt í frítt, bóði. já. Það var bara En þannig ég bara að segja, þú spáðu í bara eðlinu, bara því að En frítt. þetta er marketing. Þetta er rosalegt Já, marketing, já. og þú veist, þarna gaf hann fullt af einhverjum stuttunumabólum, en hérna, þú veist, þetta dreifðist svo víða að ég held að þetta hefur verið ókslega vel heppnað campaignin away fyrir brandið. Já. En já, En svo langar mig að segja lókum, þú veist, eitt sem var líka vel gert og er mikið talað þú veist, þegar eitthvað svona, það var, manst þú þegar það var 2018, þegar að Diesel, þeir opnuðu Diesel knock-off búð, já, byttu. af því að það var, þeir voru náttúrulega bara ótrúlega, manst Það var bara málasókna bara alla daga. Ég meina, manstu þegar við vorum bara að selja- DSL og diesel Já, og ég veit já. ekki hvað var ekki hægt að kaupa. þegar við vorum að selja, þú veist, Já, bara 1000 buxur á dag eitthvað, nei, ég er ekki en mjög Já. margar, að að þá er mitt bara, þú veist, eins og allt sem er vinsalt, að þá er, Búið koppur þetta. gera eftirlíkingar og það var svo oft skrifað, sko, eins og að segja, Eitthvað, Diesel, nema bara D-E-I, S-E-L, og Asati sandalert. já, Asati, ekki Adidas, og þeir opnuðu þess að búð, sem það var bara marketingstönd, þar sem þeir opnuðu búð með díselvörum en voru búin að merkja allt fake. já, með fake, þannig að það var sko fake díselbúð, En þú veist, mér finnst það magnað. Já, og Nei, fengi ég fullt bara- af já, auðlýsingu og... Já, þeir fengu sko, þetta var svona capsule collection, þarna fake, þú veist, fake diesel, samt diesel. Þannig að þetta var bara svona lítið lína sem þið gerðu, sem allt var merkt svona, vitlu stafa diesel, bara Mér finnst það seldist ógeðslega- upp á no time og fengus rosalega umfjöllun um En þetta. það er þetta, þessi drop, eitthvað limited edition, þeir gera það náttúrulega viljandi. Já, Þannig bara fáur getur fengið skóna eða hvað sem það er og allir slást um Ég það veit og það, svo er og þetta svo endursæli þetta og óksla háa Ég veit verði það. og þetta er svo Af því að skrítið. Þeir getur bara viljandi, þeir bara leika sér að okkur ég veit það, en það er bara, þú veist, ég minna, akkur heldur að það bara sé margra mánaða byggð eftir Kelly eða, þú veist, börkintösku. Skilur, þeir geta alveg framleitt meira, sko. Þeir eru bara að búa til hæpið og það langar öllum í þetta því það er svo erfitt að fá þetta. Ég veit það. Ég meina, þú veist, þetta er náttúrulega bara, Ég er bara þetta fyrir er bara Japan að koma með vintage, sko. þetta er bara frambúð eftirspurn. Ég meina, ef þú gæti bara labba og keypt, Kelly, hvað er það svona merkilt við hana? Þetta er ekkert flottasta taska sem ég sé, sko. Það er mjög flott. Já, hún er allt í lagi, minnst margar miklu Mjög flottar en hún. flott. Er það bara því að þetta er Hermes eða Æ, Heyrðu. hún er bara svo iconic. segjandi Hermes að því að maður á örugglega að byrja þetta fram eitthvað öðru sig. Hermes. Þættunum barst sem sagt skilabóð Já. frá Silvíu, góðvinkunum minni. Og hún var smá, ég veit ekki hvort hún er að vera krinsi, en hún var bara, Maja, ég var að segja þér, maður segir ekki Rachel Zoe, Nei, heldur. Rachel Zoe, Ok. þannig að bara, Ég er búin að fatta það, að ég sé öll nefnd vitlaus. já, en ég tek þetta á mig, af því að ég var að fjalla um hana, og auðvitað apa þú bara eftir mér, Já, en byrju, en það er ekki rétt. en ég verð að segja Ég bara, afsaka mig Silvíu, bara, pappi minn, hann segir oft svona eitthvað vitlaust. Og okkur krökkunum, og okkur finnst það ókslega sniðut, hann segir til mér, sorry pappi, hann segir til mér, ef hann með eftir þetta, við ætlum eitthvað týra mig sút, og við erum alltaf bara, yes, og ég er eitthvað að safna þessu saman, svo byrjaði ég mynda podcast og ég fatt að bara ég er nákvæmlega eins, herðu, byrju, en getum við tekið þetta fyrir ekkert um hann? svona hvað ég segi vitlaust. Nei, og pappiðin, Jú, já, ok. bjóð pappi þáttina, Já, nákvæmlega, okkur ekki. það var örglega til það. En samt, ótrúlega gaman, mér finnst gaman að svona hafa svona aðeins öðruvísi nálgun á bransan, þú veist, og byrja á að taka markasmál, við höfum eftir að taka fullt af, Já, þetta verður skemmtilegt, Spennandi ég er mjög greinum. spennt. Ég er líka og mjög komið spennt. mjög margir spennandi viðmældur, já, hver og sínu fæi innan bransans. já, og það má endilega líka, ef að er einhver ákveðin geirinn að bransa sem þið hafið eitthvað áhuga á, þeim er endilega senda okkur hugmyndir, þú veist, Endilega. hvað myndir þið vilja vita meira um? Við erum, þú veist, að hugsa, þú veist, eins og markasmál, ljósmyndun, stílista, allt sem tengist, þú veist, þessu sem við erum að gera. Já, behind the scenes. Behind the Ég meina, scenes. einhver sem er í innkaupum, ég Já. veit að, þú veist, auðvitað erum við báðar, en var gaman að fá eitthvað annað teik á það, einhver sem er að stýra, Að því að, þú veist, mér er svo merkilegt að, þú veist, maður er í fötum alla daga alltaf og svo skrolla maður Instagram og nennir stundum að læka ekki alltaf, já, en kannski vinnan á bak við eina mynd, mhm, hugmyndavinna,
þú veist, bara hönnun, bara, þú veist, að taka myndina, redda módeli, bla bla bla, velja lagakapsum, bla bla bla, þú veist, það er kannski margra mánu að vinna, svo bara, ef maður bara hér, nennir ekki að læka, eða, þú veist, Nei, ég veit að ég er veist, nefnilega þetta er ótrúlega galið. óduglega að laka, en ég Já. ótrúlega fyndið, þetta er bara eins og í hérna einhvern veginn hegðunni hjá mér varðandi samfélagsmiðla, þá er ég miklu duglegur að læka á TikTok. Já, heldur en ég öðrum held miðlum. að sé það allir. Já, mér finnst það því að svona, ég nenni að setja hjarta. Ég veit það ekki. Ég veit hef ekki af stundum þurft hverju að fara tilbaka á Já. Instagram Já. og fara bara inn á vegginn hjá okkur sem ég þekki og þið vitið það ef þið Já, lendi í já, því að og þið bara haldið like, ég sé like, að like, like. stokka þetta. En ég ger þetta Og fer líka. í stundum inn á vegginn og bara like allt niður, ég skammast mín bara með ofta að like bara milljón myndir. Ég veit það. Já. I know. En ég vinn svona leys á Instagram, Já. þetta er hræðilegt, Já. ég tek þetta til minn, maður bara doppeltappa, þetta er ekki flókið. Nei, ég veit það, þetta er ekki flókið. Og hafandi sagt það, að þá bara eins og við höfum líka áður sagt, þú veist, það bara líka er mikils verði fyrir okkur að þið Já. followið þáttinn og með endilega hérna gefa Kommenta. review, já, og jafnvel deila ef það hafi gaman af Já. og viljið að fleiri hlusti. Skiptir okkur mjög miklu máli. Skiptir okkur miklu máli. En hérna, Og líka eru með tips, eins og þú sagðir áðan, það væri geggjað það að er fá ótrúlega gaman, þú veist, að því að hérna, kannski er eitthvað sem okkur dettur ekki í hug. Við vorum Akkurat. líka spáið að fá, þú veist, eitthvað sem er að vinna í hérna búningahönnun, Akkurat. alls konar. Þannig að hérna, ef þið eru með ykkurar hugmyndir, endilega láta okkur vita. En hérna, ég held að við séum búin að tala fyrir Allan peninginn. allan peningin, sko. Við Þannig erum að, með þráhyggjuveikunar, slúðuveikunar, er eitthvað svona, eitthvað hot take? sko, þráhyggjaveikunar hjá mér er síðast var að sól og sumar og núna er það bara, ég hlakka til að fara að smakka allan ís. Ég er bara með að þráhyggju fyrir mest í Spence bíóinu, sko, ég get ekki beðið. Já, að það var í í gær. gær. Já, ok. Og já, ég var með spurningu vikuna fyrir þig og það tengist einmitt Mercedes Benz. Herri, og ég er líka með eitt enn, sem ég veit ekki hvort ég megi þóra að segja núna, það er að koma ný vara frá Blue Lagoon Skin Science, sem Já. ég er að kapna yfir Já. og ég held En ég er þóra hún ekki að nokkuð segja komin þessu út? þetta. Nei, ég held hann kom út akkurat þegar þátturinn kom út, en ég Já. ætla að segja frá henni næsta. Já, En hold your horses bara, Já. það er að koma ný geggjuvara. ok, það er bara mjög spennandi. Ég veit hver hún er, en hérna, mjög spennandi. Ógeðslega gaman að vita. Já, ég er svona inn í þú veist, Innsta hring, Já, innsta sko. hring, sko. En hérna, ég ætla að spyrja þig, af því að hérna, af því að við eigum náttúrulega báða Mercedes Benz bíla og mér langar svo að spyrja þig, af því að hérna, mér þykir svo ótrúlega vænt um bíla minn og ég bara elska hvað ég er örugg í honum og mér finnst bara æðislegt að eiga Mercedes Benz. Mér langar að spyrja þig, því ég veit að það er ekkert langt svo hún fyrst hinn að það. 2 ára eitthvað? Já. Hérna, hvað elskar þú mest í þinn bíl? Að ég segja það, Já. komur ótrúlega óvart. Já. Ég elska hann í rafmagn. Ég þarf aldrei að taka bensin, mér finnst það rosalega hefðilegt. Já. En Ég bara elska það. Já, ég hata að taka bensín. Ég bara, þú veist, ég gerði það, ég vildi helst að Óli gerði það bara fyrir mig. Já, en sko máli er, þú veist að því að hérna, ég er náttúrulega rafmagnsvinnubíl, en þú veist semst bílinn okkar, hérna, Mercedes Benz bílinn er ekki rafmagnsbíl, en sko Ari tekur alltaf bensín. Alltaf. Ég elska hans í rafmagn, ég elska reynda mjög margt við hann, hann er rosalega þægilegur, náttúrulega hljóðlátur. Já. Ég hérna... Þetta breytum lit á ljósun minni honum, eitthvað svona sem að mér er skemmtilegt. Já. Nei, bara áhugavert. Ég elska hvað, hérna, ég elska hvað mér finnst ég alltaf örugg í bílnum. Svo veist mér líka ókslega flott, ég opna hurðina, Já. það er svona Benz logo alltaf götuna þetta. Já. Það er cool. Já. Það er svona litli hlutnir. Það er litli hlutnir. Þetta er svona þessi skipti máli og þeir náttúrulega leggja mikið upp úr svona smáatriðum. Díteljum, já. Það er náttúrulega lífstíll. En herðu, ég held, ef ekki bara segja þetta gott. Er það? Já. Eða hvað, langaði að segja eitthvað meira? Nei, ég er bara ótrúlega góð. Ég er náttúrulega, eins og þú veist, já, var ekki, kannski alveg nógu vel undirbúin, en ég er ekki með spurningu fyrir þig, en ég kem bara með hana næst. Já, allt er góð. Ég bara, mér er orðið illt í kjálkanum, við erum tala svo mikið. Ok. Þannig að, Takk fyrir að hlusta. Sjáumst næsta föstudag. Bye. Bye.